Sæl öll sömul, leikmenn og þjálfarar og velkomin í þessa yfirferð. Við erum að fara að ræða stóra stökkið þegar farið upp í 4. flokk og 11 manna boltinn tekur við á fullum tunga. Og vitiði hvað veldur mest hausverk þar? Akkurat, sjálfrangstöðureglan. Eða regla 11 eins og dómararnir kallana. Við þekkjum þetta öll, það fátt svekkjandi en að skora þrumumark bara til að sjá dómaran lyfta flaginu, ekki satt. Eða að standa í vörninni og skilja ekkert í af hverju flautað var. En engar áhyggjur. Markmið okkar hérna í dag að brjóta þessa bókstaflega í spáð og gera hana sára einfalda. Markmiðið að allir mæti stútfullir af sjálfstrausti út á völdin í næsta leik. Vindum okkur í þetta. Leikplan dagsins mjög skýrt. Við byrjum á innganginum, tökum svo gátilistan í 3 skrefum, skoðum 3 mikilvægar undanþágur, köfum aðeins ofan í leikfræðina og tökum þetta svo allt saman í lokin. Kíkjum þá á annan hlutan, gátlistin í 3 skrefum og munum að öll skilyrðinni verða að mætast á nákvæmlega sama tíma. Sko, dómarar í rauninni með innbyggðan gatlista í höfðinu við hverja einusta sókn. Þetta eiginlega eins og púsluspil með 3 bitum, staðsetningin, auganabliki sjálft og svo virkþáttaka. Og hér stóri galdurinn við reglu 11. Allir 3 bitarnir verða að smetla saman á sama tíma til að það sé brot. Ef það vantar 1 bita, þá engin rangstaða og leikurinn heldur áfram. Við skulum kryfja hvert skref fyrir sig. Byrjum á byrjuninni, staðsetningunni inn á vellinum. Margir halda að það sé hægt að vera rangstæður hvar sem en það allrangt. Til að geta yfirhöfuð verið í rangstöðu verður sóknarmaður að vera komin yfir miðju, sem sagt á vallarhelming andstæðinginsins. Það tæknilega ómögulegt að fá á sér rangstöðu á eigin vallarhelmingi, alveg sama hvar andstæðingarnir staðsettir. Svo þarf maður að vera komin nær marklínu andstæðingins heldur en boltinn og að lokum, nær marklínu næst síðasti andstæðingurinn, sem leiðir okkur að einni mjög algengri spurningu. Hvað í ósköpunum þýðir þetta næst síðasti leikmaður? Ég veit, þetta hljómar svo stærðfræði jafna, en þetta í raun sára einfalt. Af því að markmaðurinn nánast alltaf aftasti maðurinn á vellinum, þá telur hann sem sá síðasti. Þannig að næst síðasti leikmaðurinn hreinlega bara aftasti útileikmaðurinn í vörninni. Leið og sóknarmaður fer fram úr aftasta varnarmanni hjá hinni liðinu komin upp möguleg rangstöðustaða. Það ekki frekar rökrétt þegar maður hugsar út í það? Herðu, færum okkur í skref 2, augnablikið. Tímasetningar bókstaflega allt. Algengur misskilningur að dómari horfi á hvar maður þegar maður fær boltan. Rangt. Rangstaðan metin á nákvæmlega því broti úr sekundu sem samherjinn spyrnir boltanum. Við getum hugsað eins og dómarinn taki ljósmynd nákvæmlega því að fóturinn hittir boltan. Ef staðsetningin lögleg nákvæmlega þá, á þessari einu ljósmynd, þá skiptir engu máli hvort sóknarmaðurinn taki 10 metra sprett fram úr vörninni áður en boltinn lendir hjá honum. Það algjörlega frjálst. Þá við komin að 3. og síðasta skrefinu á þessum innbyggða gátlista, virkþáttaka. Pælið í því, maður getur staðið alveg marga metra fyrr innan verðina þegar sendingin kemur en flautið gellur ekki. Af hverju? Af því það ekki ólöglegt að vera bara staðsettur í rangstöðu. Flautið kemur ekki fyrr en viðkomandi ákveður að taka virkan þátt í sókninni. Það getur verið að snerta boltan, auðvitað, eða hoppa upp og trufla markmanni eða varnamenn eða þá að nýta sér frákast úr tréverkinu. Stundum langáflegast að standa bara grafkyrr, sýna mikla stillingu og leyfa boltanum bara að renna ef maður veit að maður rangstöður. Jæja, hluti 3. Undanþágunar 3. Þetta 100% löglegar glufur í reglunum. Nú fer þetta að vera virkilega skemmtilegt, því það nefnilega til aðstæður í leiknum þar sem þessi regla hreinlega gúfar upp, hún ekki til staðar. Það ekki hægt að vera rangstæður ef boltinn kemur beint úr innkasti, hornspyrnu eða markspyrnu. Þetta geggjað taktist vopn. Hugsið ykkur, líðið á innkast, hátt uppi á vellinum og einn samherji ykkar getur kastað boltanum langan veg inn í tein. Þarna með að sóknarmenninir hlaupa aftur fyrir alla varnarlínuna og bíða þar, algerlega löglegt og vörnin á ekki von á þessu. Við skulum kafa beint í 4. hlutan, leikfræði og snjöld ráð. Skoðum aðeins hvernig best að nota þessa vitniskjó til að vinna leiki. Kíkjum aðeins í leikbók þjálfarans og skoðum taktíkina. Hvað með framherjana? Í stæðis að standa öxl í öxlu við varnarmannin og taka sjansinn á að vera hárspreitt fyrir innan miklu sniðugra að bakka 1 eða 2 skref. Þá getur sóknarmaður tekið á rás, byggt upp almennilegan hraða og stungið vörnina af akkurat þegar sendingin kemur. En vörnin auðvitað ekki varnarlaus, aftasta línan þarf að tala saman og vinna sem ein heild. Ef allir varnarmennir stíga upp saman á nákvæmlega réttu augnabliki þegar andstæðingurinn ætlar að senda, þá skilja þeir sóknarmennina eftir í djúpri rangstöðu. Við köllum þetta hið frega rangstöðu fallbyrði.
Þetta er dásamleg taktísk refskák þarna út á vellinum. Loks erum við komin í samantektina og næstu skref. Stöðugar framfarir í 11 mannaboltan. Eins og við sögðum í byrjum að stíga upp í 4. flokk og stóra völlin er mikið stökk. Mikilvægasta ráðið er hreinlega að sýna þolinmæði. Það verða gerð mistök. Dómarinn þeirra flauta oft og það verða mörk dæmd af. Pælið í því að jafnvel leikmenn eins og Haaland eða Mbappé í meistaradeildinni eru margoft dæmdir rangstæðir. Við erum öll að læra. Aðalatriðið er að halda áfram að reyna, tala saman á vellinum og bæta tímasetningarnar. Svo nú spyr ég bara, hvaða stöðu spilið þið? Hvort sem þið eru framherjar að bíða eftir stungusendingunni eða í afturstu línu að stýra rangstöðufaldirinni, þá breytir regla 11 öllu. Gangi ykkur ótrúlega vel á stóra vellinum og takk kærlega fyrir að vera með okkur í þessari yfirferð.